Jæja, góðir áhörendur, velkomnir í þátt nummer 109 á Sjónvarpslausum 50. Það hefur mikið gengið á síðan við tókum síðasta þátt upp. Það er búið að kjósa í millitíðinni. Þetta er búið að, fór aldeilis vel hjá okkur á laugardaginn. Þetta var mjög vel. Þetta bara brátt að, ef svo má segja, þráttur að við hér í þessum þáttum höfum nú spáð því ítrykkað að það styttist jafnt og þétt í kosningar. En það var ómulgt að segja nákvæmlega hvenar, hvað kallar þau breaking point á íslensku, hvenar þetta myndi leysast upp og brotna. En það var ljóst í hvað stemdi. Já, já. Og það kom að því og það var hérna kosningar og við fórum bara mjög vel út úr þeim, mesta fylgi sem að flokkurinn hefur fengið, fjórfölduðum þingmannatöluna sem að auðvitað, já með hvað tveir þingmenn gerðu þá verður þetta eitthvað sem að má vænta hvort sem við verðum í ríkisstjórn eða stjórnarandstöðu. Já, já, ég held að það verði nú mikið skemmtieflan á köflum að vera með miðflokkin grjótharðan í stjórnarandstöðu og þá með væntanlega sjálfstæðisflokki og framsóknarflokki eins og þetta lítur út núna. Eins og þetta lítur út núna, já. Hvað segir það? Hvað segir þessi stjórnarmyndina að vera? Viljum við segja einhvað það eða er best að segja sem minnst í bili? Þetta verður nú ábyggilega flókið í öllu falli, bara ef við horfum á svona loforðin sem að gefin hafa verið í sitt hvort áttina. Kröfur eða loforð Flokks fólksins eru auðvitað þannig vaxin að það verður ábyggilega mjög erfitt fyrir Samfylkingu og Viðreisn að kyngja mörgum þeirra. En langar ekki Ingu Sæland bara í ríkisstjórn, hvað sem það kostar? Mér finnst það nú líklegt að hún verði svona eftirgefanlega, en það heyrði ég viðtalið Guðmund Inga, þingflokksformann þeirra, núna í sennilega hádeginu, þar sem að hann svona megin þemað var að Flokkur fólksins væri flokkur málamiðlana. Já. Þannig að það er nú ábyggilega bara verið að leggja inn fyrir þeirri nálgun og sömuleiðis gruna mig nú að svona Samfylkingin vilji leggja töluvert á sig til að ná þessu saman í fyrstu atrinu. Já, já. Svona í því ljósi að ef þetta hefst ekki þá er svona líklegt að boltinn færist yfir til Þorgerðar Katrínar. Já, já, akkurat. En spurningin er samt stóra spurningin eftir þessar kosningar, eins og allar undanfarnar kosningar eru þessi. Munu flokkarnir ætla sér að standa við fyrirheit sín í kosningabaráttunni eða fyrir öllur á botnum kvöld gengur þetta bara út á að komast í ríkisstjórn, hvað sem það kostar? Ef að menn ætla að gefa eftir í svona megin þorra prinsipmála sinna, svona þessar stæðstu kosningalofara, þá er þetta skín í gegn löngunin í ráðherrabílstjóra og þægilegan stól. Og ég held að svona ef við horfum á það þá eru þetta Samfylkingin, eins og ég var að koma inn á þarf dálítið að klára þetta í fyrstu atrinu og mun eflaust svona og eru eflaust búin að átta sig á sterkri stöðu Þorgerðar Katrínar í þessari myndallari. Já, já. En til dæmis það verður ekki einfalt fyrir Þorgerðu Katrínu og Viðreisn að fallast á einhver skattahækkunar áform eins og Samfylkingin hefur talað fyrir og það nú ekki bara skattahækkunar áform helbundin til að standa undir loforðum Flokks fólksins, það þarf hreinlega sprengingu í skattheimtu. Já. Því að það er og 90 milljarðarnir á ári af lífeyri landsmanna, það var bara eitt atriði. Já, verður allir býn nös og ketti gagnvart útgjaldahlutanum Nei. og það eru þannig að það er svona margþætt. Ég held að Flokkur fólksins verði nú ekki neinum vandræðum með að verða tilkipilegur í Evrópumálunum, þannig að Viðreisn og Samfylking verði lukkuleg með. En síðan eru þetta væntanlega svona sjávarútvegurinn klóra sér nú væntanlega dálítið í kollunum núna. Þarna er einn flokkur sem vill fyrningarleið, einn sem vill tvöfalda veiðigjöld og einn sem vill frjálsar handfæraveiðar. Kannski fá menn þetta bara allt. Já, maður hefur grunum að alla þessa flokka langi bara alveg svakalega að fá ráðherrastólinn og bílstjórann. En hversu mikið gefa þeir eftir? Og eru þeir allir til í að gefa eftir sín helstu prinsip? Það á eftir að koma í ljós. En svona miðað hvernig Inga er byrjað að tala, þá er hún til í eitt og annað hvað varðar helstu áherslumál sín. Já, akkurat. Hjörtur Guðmunds var að skrifa grein á Vísi í dag heimsýn sem hefði spurt
flokkana spurninga um afstöð til Evrópusambandsins. Já, Þar hefði Flokkur fólksins verið alveg grjótharður, bara nei já. við Evrópusambandinu, nei við þjóðaratkvæðagreiðslu og nei við öllum mögulegu. Bókun 35 og öllum pakkanum. Og svo mætir Inga Sæland og segir bara, já, ég hef nú alltaf verið mjúk í þessu máli þó ég hefði þóst verið eitthvað annað. Maður sér eitthvað stefnir. Skildi þú aldrei verða að hún verði mjúk í fleiri málum. Já, já. En þetta verður áhægt og svo kannski hverju ætli Inga taki með sér í ráðherrastólana sem hún fær? Ragnar Þór hlýtur að vera eitt þeirra, Ásthildur Lóa sem sigurvegari í suður. Það er konið 3. Ef við ekki að taka eitt til, þessi ekki Guðmundur Ingi. Jú, hann er búin að vera með henni þannig. Já, búin að vera með henni frá byrjun. En ég sá að það komið fréttir, það var MBL, það komið fréttir að hinn og þessir gerðu ekki kröfu ráðherrastóla. Og ég las það sem svo, þeir telja að þeir eigi að vera ráðherra og þeir þurfa ekki að gera kröfuna. En svo sá maður þessu stilt upp á einhverjum samfélagsmiðlum sem svo, heyrðu, sjáu hvað þetta er auðmjúkt fólk. Það gerir ekki kröfu ráðherrastóla. En þetta er allt fólk sem ætlast til að vera ráðherrar. Já, ég hef ekki séð þetta fréttir. Þetta er nú örugglega rétt greining á þessari flöggun þeirra sem þarna flagga. En sko þetta eru síðan auðvitað sko til dæmis landbúnaðarmálin. Það má nú reikna með að það verði gæti orðið snúin staða ef að svona sko ég held að sé óhætt að segja að bændur hafi ekki upplifað mikla ró gagnvart stefnu, svona grunnstefnu þessara flokkar sem þarna tala saman. Nei, varla. Þeir eru búin að upplifa það að 3 flokkar mynduðu hér ríkisstjórn sem að svona sögulega séð voru taldir kannski þeir 3 flokkar sem að voru vinsamlegastir landbúnaði á Íslandi. Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur og VG áður Alþýðubandalagið og þar áður gamli sósíalistaflokkur. Allir höfðu svona einhverjar bændaða landsbyggðartengingar. Bara frá upphafi flokkakerfisins. Já, svo myndaði þessir flokkastjórn og í 7 ár var bara sótt að landbúnaði úr mörgum áttum samtímis. Og við vorum oft á tíðum einir börnina. Og hverju standa bændur frammi fyrir núna og matvælaframleiðendur almennt? Standa frammi fyrir Viðreisn, Samfylkingu og Flokki fólksins. Þetta er ekki kjörstaða fyrir byggðir landsins og íslenska bændur. Nei, það er nú seint talið það sko. Síðan er þetta kannski fyrir utan Flokk fólksins ef við horfum á samgöngunar, þá er nú hægt við að borgarlínan verið sett á yfirsnúning. Hvað heldur þau? Sko við getum haldið áfram að telja upp hérna ýmis mál sem að myndu vera enn verri hjá svona ríkisstjórn heldur en þeirri síðustu. Samgöngumálun er eitt. Þú ætti ekki að velta því fyrir þér hvort að borgarlínan fær ekki bara á fullt og þessar hugmyndir aðrar samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu þetta er ekki upp fyrir og Sundabraut, hvað verður með Sundabraut með svona meirihluta? Já, ég myndi halda stefna Dags B svona ráði þó hann verði auka hlutverki. Hvað heldur þau? Kannski verður hún strítt á því að leyfis að komast í gegn. Nei, ég held ekki. Nei. Og svo ótal margt fleira, bara fullveldi landsins, það er nú eitt. Ekki til lítið atriði. Og mjög stór þannig grundvallarmál og mál sem oft á tíðum þessir flokkar forðust að ræða í sjálfri kosningabaráttunni. Samfylkingin sópaði ESB undir teppið fyrir 1-2 árum. Viðreist sá, það skilaði árangri á Samfylkingunni, við gerum það sama. Við tölum ekkert ESB, reynum að forðast eins og við getum í þessari kosningabaráttu, en ennþá þetta þarna undirliggjandi. Ég sagði nú í dagmála upptöku í gær sem fór í loftið í morgun að það hefði þurft jarðvinnuverktaka til að grafa niður í heimasíðu Viðreisnar til að finna eitthvað Evrópumálin. Þau voru svo vel falin og ekki nefndi einu orði í kosningaáherslunum. Og stöku þingmaður lenti því óvart að missa eitthvað
út úr sér svona smá hreinskilni Já, 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 það er eins stóð, og þetta er ekki, Guðbrandur í söður. já, já, fór bara að tala um stefnu flokksins eins og það verið Já, já, sjálfsagt í aðranda kosninga. já, já. En þetta, sko, þetta verður einhvern veginn, uh, já, sko, ef maður reynir að leggja mat á, sko, hérna, hversu líklegt það er að þessi þrír flokkar, Samfylking, Viðreisn og Flokkur fólksins nái saman, þá finnst mér nú líkurnar á því vera aukast svona eftir því sem þessir fáu fundir hafa liðið eða átt sér stað en ég held að sé nú samt býsna svona mörg skref eftir áður en að það verði einhverja forsend til að setjast niður og skrifa stjórnarsáttmála. Já, 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 þetta tekur allt tíma. Nú kom fram í fréttum að þau hefðu verið að hitta fulltrúa á fjármálaráðuneytinu í dag Já, og það koma nú alltaf áhugaverðar upplýsingar út úr slíkum heimsóknum þegar hafist er handa við já, stjórnarmynduna já, viðræður. við fórum í gegnum þetta á sínum tíma, 2013, Já, og það var alveg merkilegt þegar komuð þessir sérfræðingar ráðuneytisins. Hvað þeir voru hreinskilinir og það var búið að kjósa og þeir voru bara að hitta þá sem að voru að reyna að mynda stjórn. Þá dróðu þeir ekkert af sér að útskýra hvernig hlutinir raunverulega stæðu. nei, akkurat. Þannig að þau hafa fengið einhvað reality check, hvað heitir það á íslensku? Einhver svona Svona, raunverulega tengingu í dag. já, allir það sé ekki hérna staðan. Uh, og og svo bara í ljósi reynslunar þá eftir hvað er þetta orðin, 2 dagar þá erum við ekkert komin mjög djúpt í hvernig við ætla að leysa málin, þannig að þetta mun taka einhverja daga fyrir þessa flokka að komast að niðurstöðum hvort að þeir hafi samstarfsgrundvall. Já, akkurat. Þetta hérna, en það kemur í ljós og ég ætla nú að spá því að þetta svona kalli á að það verið farið í við svona einhverja aðra samsetningu hvað samtöl varðar heldur en þessa fyrstu og það er þið nú svona ekki fyrsta skipti og ég meina er það ekki búin að vera reglan í rauninni fyrir utan núna 2021 því að menn bara svona mæðulega sem það er ekki bara best að halda áfram. Manst eftir pítsupartíinu og hundinum spóa eða hvað hann hét í Syðra Langholti. Jú. Í stjórnarmyndina við Pírata og það var nú mesta skúispilið sennilega. Já, þú veit ekki að leggja þetta jöfnum við það, nei. Nei, það held nei, ég myndi, það kvarlar ekki að mér. Nei, ég hlust þetta rétt hjá þér. En það er halda leynifundi núna og við heldum nú leynifundi líka 2013. En þá voru blaða og fréttamenn alveg ótrúlega lungnir við það elta okkur uppi. Það var eins og í hvað heita þessi raunveruleika þættir, Greatest Race eða eitthvað svona við vorum að Ertu að spyrja mjög sjónvarpsefni? Já, áttaði mig allt í hana hvernig ég væri að tala við og ég hefði átt að nota aðra samlíkingu en við fórum þarna á einu sumarhúsin í annað og földumst hér og þar landið en fréttamenninni voru mjög duglegir að elta okkur uppi en þeir hafa ekki lagt saman metnað í það núna. Nei. Það er hérna já, það er áhugaður spurning að spyrja fréttahaukana hvað orsakar að svona menn eru minna spenntir núna heldur en þá var. Já. En síðan er nú eitt í þessu öllu, það er nú ekki alveg það er ekki alveg ljóst hver niðurstaðan verður því að það ég held að bara hér rétt áðan hafi verið tilkynnt að það er endurtalið í kraganum. Já. Þannig að þetta gæti sett hringekjuna af stað. Að kröfu hverra? Framsóknarmanna. Þeir eru að vilja losna við Sigurð Inga út að þingja aftur. Já. Býttu hann datt inn þarna í lokatölunum. Formaðurinn kom inn í blálokinn og feldi Willum og menn vilja vinda ofan að því. Já. Þetta er allt í áhugaverðasta. Ég ætla að skila þannig hérna samkvæmt síðustu upplýsingum það sé kjördæmisráði Framsóknarmanna í kraganum sem kalli sem vil Willum en ekki Sigurð Inga. Já. Það getur orðið aldrei súrt á næsta fundi ef staðan verður óbreytt. Já. Margt í mörgum. Já, þannig að en svo er þetta hvað niðurstöðuna varðar þá er þetta bara
frábært að vera með fjórfalt stærri þingflokk heldur en við höfðum í fyrstu atrinu. Já, já, því líkt einvala liði líka. Já, þetta við áttum fyrsta þingflokksfundin okkar núna á þriðjudaginn og þetta sko reynslan og breiddin í þessum hóp þannig að okkur verða allir vegir færir á á kjörtímabilinu sem nú það byrja. Það held ég og þetta er bara tilhlökkunar efni, hvort sem við förum í meirihluta eða minnihluta. Já. Þessi 122% upp í atkvæðafjölda atkvæðavægi á milli kosninga, þetta Samfylkingin sem er 109, Flokkur fólksins milli 40 og 50. Þetta er alveg frábært. Kjördæmakjörnir í öllum kjördæmum og 2 í Kraganum og norðaustur. Kjördæmakjörnir í öllum kjördæmum, já. Við höfum aldrei átt kjördæmakjörinn mann í Reykjavík áður. Nú hefum við í báðum Reykjavík kjördæmum og 2 í Kraganum. Já. Þannig að það er ekki hægt annað en að vera mjög lukkuleg með það. Þannig Sigríður Andersen og Snorri Másson í sittkoru Reykjavík kjördæminu og síðan ég og Nanna Margrét í Kraganum. Karl Gauti í söður, þú og Þorgrímur í norðaustur og Ingibjörg Davíðsdóttir í norðvestur. Þetta er einvala lið. Ég heldur betur og já, bara tilhlökkunar efni, eins og ég segi, hvoru megin sem við verðum í stjórnarandstöðu. Þetta lið mun láta til sín taka. Já. Og einhvern veginn sko á meðan svona það er ekki búið að leiða í jörðu hvernig stjórnar mynstrið verður, þá er auðvitað smá svona, hvað er þetta kallað, svona, það er svona svikalognin og sennilega ekki rétta nefnið það, en það er svona það er allt dálítið svona í svona margir sérstaklega nýliðar upplifa sig í einhverju svona hálfpartinn í svona einhverju sultu, að það sé erfitt að vikað að athafna sig. Það er ekki búið að gefa út kjörbréfin, það átti að gera það á föstudaginn, þetta morgun. En því verður frestað fram í næstu viku vegna þessar endurtalningar. Þannig að það svona bara svona einfaldir hlutur eins og að komast inn í þingumhverfið með tölvu og e-mail og þess að það býður útgáfu kjörbréfs ef ég skil það rétt. Og svo þetta verður mönnum ekki útluta skrifstofu fyrir liggur fyrir hvernig raðast í stjórn og stjórnarandstöðu. Nei, akkurat. En eru taldar einhverju líkur á að þetta geti haft áhrif á stöðu flokkana eða er það frá gengið? Þetta er bara spurningum hvernig... Ég held að þetta sé bara sko skipt, sem sagt jöfnunarmenn hvers flokks, þeir getu breyst og ég held að þetta sé ekki þannig að umfangið að séu neinar líkur á að neinir kjördæmakjörnir þingmenn fari af stað. Nei. Og þar sem við eigum enga jöfnunarmenn, þá kaupum við okkur bara popp og kók og fylgjumst með hryggekjunni. Ég fikk nú að prófa það síðast að verið þetta hryggekju. Já, alveg rétt. Ég er með heiðurstokksskráði í þessu eftir talningun í Borgarnesi. Alveg rétt. En þetta verður sko við eigum næsta jöfnunarmanninn, en ég held að það sé nú ólíklegt að það sé það mikil hliðrun í atkvæðum að það breytist. En væri skemmtilegt. Væri skemmtilegt, en ég held ég muni það rétt að það muni ekki nema 2 atkvæðum á Jóni Gunnarsinni og Jóni Pétri Símsen. Það sé styðst á milli þar og síðan ég hef nú örugglega heyrt atkvæðavægið hversu mörg atkvæði þyrfti að hnikast til að framararnir færi af stað, en það er auðvitað þegar einn fer af stað þá getur það haft áhrif annars staðar. Þú verður að hætta að kalla það framara, því að ég var einu sinni 2-faldur framari, nú er ég bara framari. Ég fyrir skellur í tönnum. Framsóknarmenninni verða ekki kallaði framarar aftur. En já, það verður bara áhvert að fylgjast með þessu og ágætt að vera í þeirri stöðu að geta bara fylgst með ofan af hæðinni og beðið þessum að verða vill þarna á vígvellinum fyrir neðan. Já, það er þannig og ég held að við séum eini flokkurinn sem er ekki með neinn jöfnunarþingmann. Já, þetta sé rétt, já. Þannig að það eru væntanlega allir að einhverju marki með í maganum núna út af þessar endurtalningu. Og en ég var nú búinn að sjá einhverja greininga á því hver væru líklegustu áhrifin
til að þetta hefði Já, en hérna maður sér bara ég eiginlega ákvað að eigið ekki tími að hugsa þetta fyrir maður bara sæi hvað já, já, út úr endurtalningunni kæmi. já, Það er ekki hægt að tala um að koma upp úr kössunum, það er allt löngu komið upp úr kössunum. En, já, en þetta, sko, ef að framsóknarmennirnir ýta þessa stað, þá mun Áslaug Arna og Hildur Sverrisdóttir væntanlega kunna framsóknarmönnum litla þakki fyrir ef að þær missa Jón Pétur Símsen út. já, já, en þær hafa látið ýmislegt yfir sig ganga frá framsóknarmönnunum undanfarin missir og ár. Þetta var nú eiginlega alveg ótrúlegt að sjá svona vinstri beygjuna, þessa skörpu sem að Sigurður Ingi tók fyrir hönd framsóknarmanna. Já, já. Þarna bara í seinni hluta kosningabaráttunnar og ekki var hún nú löng. Og fór að rauna yfir sjálfstæðisflokkin. Á sama tíma, sko, missir eftir missir, var sjálfstæðisflokkurinn búin að vera algjörlega, sko, með okkur á heilanum. Við vorum búin að reyna að útskýra fyrir þeim, eru þið ekki að missa einhver öðru, sko? Ætti ekki að vera að huga að því bara að stækka hópinn og ætla ekki að kíkja á Viðreisn eða Framsóknarflokkinn og allt þetta. Nei, þeir voru bara að innblýna á okkur allt of lengi. Ég held að Diljá missi ennþá að tala um að ég hef ekki mætt í atkvæðagreiðslu þegar ég var með ósklillin á spítala og þú á fundi á Akureyri frekar Neilstöðum. Hvað gerðist með Diljá mist? Hún hrökk einhvern veginn að hjörunum. Þetta var einhvern stress hjá þeim í Reykjavík Norður. Já, líklega verður að skrifa það á það. Já, ég ætla ekki að erfita við hana, sko. Nei, en ég var bara svo hissa með hana því að hún var svona svo góð vinkona mín. Svo fór hún í að haga sér eins og einhver sko pírati og eins og hún væri hann Björn Leví alltaf. Já, bara með snúa út úr einhverjum hlutum. Og gera aðalatrið það sem engu skipti. Já. En þetta já, ég held að þetta hafi nú verið einhvern kosningastress og það er náttúrulega þessi auglýsing á forsíðu Morgunblaðsins sem var nú töluvert rætt þarna, sem var allan hafði verið á 50 deginu fyrir kosningar. Já, 2 dögum fyrir kosningar. Það sem var mynd af sko Diljá í baráttusæti og síðan teiknaður baráttusætismenn annarra frambóða. Ég held að þetta hafi nú allt verið að sama meiði. Já, já. En þetta er svona að því hún hefur alltaf verið svona nagli, þá kom þetta aldrei á óvart að hún hrykkir svona hjörunum. Já, já, mér líka. Það kom mér ekkert á óvart að Gulli hrykkir svona hjörunum. Nei. Við erum líka búin að stríða honum. Við gerum aldrei ráð fyrir öðru. Nei, við erum líka búin að stríða honum svo mikið að við áttum alveg skilið eitt skot frá honum, sko. Já, come on. Við strídum honum að því að hann er búin að stríða okkur endalaust með einhverjum bullsögum frá Birni Bjarnasyni. Það er reyndar rétt, hann átti allt skilið. Já, svona gleymum maður það. Það er auðvitað rétt að hann verið þess að endurbirti, hann endurbirti rúmlega árskamla grein í Mogganum sem var copy-paste stóran hluta af vefnum hjá Birni Bjarna. Hann var hrokkin að hjörunum fyrir löngu síðan, sko. En hann náði þeim árangri. Hver var niðurstaða þess? Við mistum Brynjar Níelsson. Já. Þetta var allt eins vont. Nei, ég minna, bara aflenga þessu. Og við höfum getað verið að fá Brynjar hérna, eina fasta gestin sem hefur verið að koma í þessa þætti. Við getað fengið hann hér næsta kjörtíðanbilið, en nei. Reyndar, sko, þá hefur það aldrei verið sett sem skilyrði fyrir að koma sem gestur í Sjónvarpslusta 5 að vera þingmaður. Nei, það er reyndar rétt. Þannig að við gætum bara tekið þess vegna næsta þátt með Brynjari Níelssoni. Við þetta bara gerum það sem okkur sýnist. Já. En í því samhengi þá höfum við fengið margar spurningar um það hvort einhver breyting verði á sjónvarpslausum 50 dögum núna eftir að búið að kjósa og við því mjög stutt svar. Nei, það verður engin breyting á. Við höldum okkar striki. Þetta er og þetta er einhvern veginn þetta eru búin að vera býsna góður taktur í þessu og ég heldur nú sagt að í síðasta þætti að þegar við báðust afsökunar á að hafa klúðrað þættið þarna í annarri viku fyrir kosningar. Það var fyrsta vikan í mjög langan tíma sem við hættum út. En hefur þið tekið því það er einhverju uppskapningar farin að keppa við okkur? Ég get ekki nefnt þjóðmál, þeir voru nú undan á. Þeir voru undan, já. En svo er komin þáttur sem að kona mín hlusta mikið á og ég veit að margir gera komið gott. Já. Það eru nú, það er toppefni. Já, svo segja menn, já. Mér er sagt að það sé skotið reglulega á okkur þar. Já, mjög reglulega. Mér er ekki sagt að ég bara hlusta á það, ég hlusta á þær. En aldrei hefur okkur verið boðið þangað. Það er auðvitað rétt.
Stefáni Einari, Já. sem einhverju hluta vegna er kallaði sesamfræið í þessum þáttum, hann hefði fengið að koma í þáttinn, ekki við. Ég er með hugmynd að svona uppnefnum í okkar garði en ég ætla ekki að segja þau. Hmm. Það, en þær hafa einstakt lag á að gera það sem er svo skemmtilegt, að vaða í mannin en ekki í málefnið þegar tækifæri til. Já, já. Og þær hafa gert það í svona hálfgerðir listgrein. Já, það er ekki sama hverjir. Svona eins og Diljá bara síðustu dagana fyrir kosningar. En ég held að hún detti nú í málefnin aftur núna strax þegar búið að klára þetta. Já, kannski var hann bara að hlusta á þess að þætti og þess að heyrðu, nú verði ég að fara að hætta að vera svona málefnileg og hjóla í mennina. Þetta er náttúrulega svona krúttlegt sko, að þeir sem að núna gera miklar kröfur það að við mætum á sko alla fundi. Já. Líka sko, ég var skammaður mest fyrir að mæta ekki á fundi sem ég er ekki nefndamaður í sko. Já. Það er bara eða ákvörðu að Bergþór Ólason ekki á þessum fundi. Kannski að ég er ekki í nefndinni en svona svo kom þarna kvikmyndagerða maðurinn og það stukk einhverju á þennan vagn. En þetta er auðvitað þannig að þegar þú ert í 2 manna þingflokki þá áttu flesta daga og oft á hverjum degi áttu að vera á fleiri en einum stað í einu. Já, þannig að þá snýst... Og fleiri en 2 og fleiri en 3. Já, og þá snýst þetta náttúrulega dálítið það að forgangsraða. Já. Og það er auðvitað þannig eins og ég óskaði nú sérstaklega eftir því að fá heimild til að leggja fram nefndarálit við fjárlagavinnuna. Já. Og það leyfi var ekki veitt. Ég held nú að það sé heimild til þess innan þingskapa en svona þingsköpin strípuð ger ekki ráð fyrir því að aðrir en fastafundur. Þetta var mjög sérstakt. Já, þú sagði mér frá þessu. Ég kannast ekki við fordæmi fyrir því að það. Já, ég nefnilega held að ég hafi séð uppfærðar reglur nefndasviðs sem gerðu ráð fyrir því að meirihluti nefndar gæti veitt heimild til þess arna. Já. En þarna kom bara settlegt nei við því og þá er náttúrulega í besta falli ósvífið að gera kröfum það að maður siti fundi dagana langa en þess að ræða sko fjárlagafrumvarp Sigurðar Inga sem var nú eins þrotað og það var. Fundi sem þú ert ekki nefndarmaður í. Nei, og má ekki eins og vera með nefndarálit. Þannig og ég meira þess að sagði Sigurður Inga það í samtali sem við áttum að ég þetta gæti ekkit annað gert en að vera með ræðu í þessu gagnvart þessu og greiða atkvæði gegn eins og til dæmis þessum fáránlegu hugmyndum, ekkert hugmyndum, þau gerðu þetta að hækka kolefnisgjöldin 60% á milli ára. Mismunandi milli flokka 58–60%. Heyrðu, þetta þetta, eitthvað sem maður hafði ekkert nema ræðu og atkvæði til að bregðast við af því að miðflokkurinn hafði ekki heimild til þess að vera með nefndarfund. Svo var maður skammaður blóðum skömmu fram, mæti ekki á nefndarfund. En staðreyndin er svo að ég sat einhvern lengsta nefndarfund sem setið í efnahags- og viðskiptanefnd annars vegar og fjárlaganefnd hins vegar einmitt þetta. Ég fylgst með þáttöku þinni á þessum fjárlaganefndarfundum í nefnd sem þú ert ekki meðlimur í og ég hef inn í mér grátið fyrir þína hönd að leggja þetta á þig. En þetta og þarna, nú ætla ég uppljóst reynu, ég vona að gleðji, þarna hefur til dæmis samstarf okkar í stjórnarandstöðinni gömlu verið príðis gott, því að það er auðvitað þegar maður á að vera á 2, 3 og 4 fundum, nefndarfundum kannski á sama tíma, segjum 2, þá er auðvitað betur varið tímanum í að sitja á skrifstofunni, fari gegnum þær umsagnir sem að skipta helst máli og efnisatriði mála og maður kemst yfir efni margra funda og margra mála á þeim tíma sem maður sæti inn á fundinum. Og þá hefur maður fengið frá nokkrum, ég kann nú ekki við að setja þá nefndamenn eða þá stjórnarandstækja í þann bobba að uppljóstra hverju þeir eru en þið viti hverju þið eruð og ég þakka ykkur kærlega fyrir. Og þá fékk maður sendingu bara heyrðu Beggi, hér er eitt sem þú vilt vera að vakta og það er svona og svona og þá gat maður verið komin vel inn í það mál á no time Segjum bara hlutin eins og þeir eru, Bergþór, þú varst elskaður af stjórnarandstöðinni allri meir en ég var ekki hataður en þú varst elskaður og það er bara af því þú ert svo likeable gæi. Ég reyna að fara vel með það. En varðandi afgreiðslu fjárlaga og þessar atkvæðagreiðslur og við reddum það nú í síðasta þætti var það ekki þegar það var að stilla þessu upp eins og maður hefði bara ekki mætt í atkvæðagreiðslu í 3 ár. Já. Ekki komið í 176 atkvæðagreiðslur.
Ok, svona hluti gerast í kosningabaráttu, menn eru stundum ásengjarnir og svona. Þetta voru kannski gróðdráttum þrjú atkvæðagreiðslu slott. þrjú atkvæðagreiðslu slott og ég og Hún Þorgeir náttúrulega áformað að ég væri inni á þessum tíma en náttúrulega lendið hann upp á spítalan og slið sko. Og ég og Þorgeir Katrín förum mjög illa út úr þessu verandi formenn í tveimur helstu stjórnarandstöðuflokkunum og farin bara í kosningabaráttu. En í hérna, formanna kappræðanum, eða hvað þetta nú kallað, á MBL, þar sem að ég var með þeim Stefán Einari og Andrés Magnúsinni sem að kunna nú eitt og annað í pólitík og svo var þarna formaður Framsóknarflokksins. Það var farið að sko höggva í það, ég hef ekki verið í þessum atkvæðagreiðslum og svo fyrir fjármálaráðherrann að státa sig af því hann hafði nú bara verið í sinni eigin atkvæðagreiðslu. í sinni eigin atkvæðagreiðslu. Mér fannst þetta svo kostulegt. Ég reyndi að passa mig að gera ekki of mikið grín úr þessu þá. En það að fjármálaráðherra sé að státa sig af því að hafa verið mættur í atkvæðagreiðslum fjárlög sem að hann sjálfur ræður hvenær hann fer fram þegar hann er búin að safna allir sínum liði saman og getur mælt fyrir hérna atkvæðagreiðslunni. Það fannst mér svona, þá fór ég að segja, byrju, erum við bara að gera það frá enginn viti neitt hvernig hlutirnir ganga. Það er gameplani greinilega. Já. Og ég veit í athygli hérna Ingibjörg Isaksen, þingflokksformaður Framsóknarflokksins á síðasta kjörtímabili, hún fór í þetta í Speglinum í gær. Þar sem voru hún og Nanna Margrét og hver var nú aftur með þeim þarna? Diljá misti þetta. Og það var Diljá var aftur að tala um þetta líka. Já, þetta var alveg kostulegt. Og Ingibjörg einhvern veginn ég fekk nú sent kommentin sem var fjallu frá henni og það var nú bara það var eiginlega þannig að maður vissi ekki hvort maður ætti að hlæja eða gráta. En ég ætla að sjá hvort ég finni þetta ekki hérna. Þetta var semst samtal þeirra þriggja í Speglinum á RÚV í gærkvöldi sem að mér þótti á margan hátt svona sérstætt en Nanna Margrét hún stóð sig mjög vel í þessu að mínu mati verandi nýbyrjuð í pólitíkinni og bara tók þetta aldrei í gegn en þær voru, og ég skil ekki alveg taktíkinni því á þeim þarna Diljá og Ingibjörgu, þær voru svona ennþá að nýta í okkur maður bara hugsaði, tókuðu ekki eftir því það eru aðrir flokkar hérna, það er búið að kjósa það eru aðrir flokkar komin í stjórnarmynduna viðræður. Já. En þetta gekk út á þessi að þessar atkvæðagreiðslur. Ég er búin að finna hérna, ég fekk þetta sent þarna frá glöggum hlustanda sem að já, og bara minna á það fyrir ykkur sem hlustið að endilega senda okkur efni, það er alltaf eitthvað sniðugt sem fer fram hjá manni. En það var eitt sem tók sér til og sendi á mig komment Ingibjargar Isaksen fyrir þingflokksformannsins á síðasta kjörtímabili og það var þetta og þá var bara umræðum mætingi þessa atkvæðagreiðslu og svo bara, eða í vinnuna yfir, hvernig var það? Eða í vinnuna almennt með miklu yfirlæti og svona í umþóttunar tón og ég fór nú í ræðulistan þó að það sé nú ekki til að rósa sér sérstaklega sko. En ég sá ekki marga framsóknarmennin á topp 10 á kjörtímabilinu yfir lengd á ræðum og ég sá að ég var þar og býðst nú kannski aðeins forláts á því, það er ekki sérstakt keppikepli að vera með langa ræður. Svo var einhver sem hafði fyrir því að reikna mætingu hjá hinum ýmsu framsóknarmönnum. Já, það ég ekki séð það. Lilju og Ásmund og alltaf þessa. Sástu þetta ekki? Nei, sá þetta ekki. Og þá voru við bara langt fyrir ofan. Já. Litið var á heildar. Þau hafa verið upptekin við að safna atkvæðum. Já. En viljum... En sko það var yfir allt tímabilið. Já. Sem að í rauninni það sem skiptir máli. Ekki atkvæðagreiðslu fjárlög sem var búið að semjum að væru ábyrgð ríkisstjórnarinnar í miðri kosningabaráttu. En Willum mætti best og hann er núna utan kvóta. Já, framsóknarmanna. Svo var annað að því að ég fekk nú fleiri komment úr þessu þætti höfð eftir Ingibjörg Isaksen vonandi ná þær saman og þá var hún að tala um stöllurnar sem að núna reyna að mynda ríkisstjórn
Og Já, það er já. nú áhugavert að Framsóknarflokkurinn sé orðin svo lítill í sér og langi svo í hvíldarinnlögn í stjórnarandstöðu að hann bara voni að þessi flokkar sem að sko formaðurinn er reyndar svo pirraður út í að hafi mjálað upp Já. einhverja mynd sem væri mjög ósangjörn að við bara vonum að þeir nái saman sko. En hvað ætla hún vonið að koma út úr endurtalningu í Suðvestur, að Sigurður Ingi sé inn eða úti? Ég ætla að spá því að þingflokksformaðurinn voni að Sigurður Ingi sé inni. Ég skal útskýra hvers vegna eftir nokkra þætti. Allir. Heyrðu, síðan kom gullkommentið. Já. Ríkissjóður stendur jafn sterkum fótum og hann gerði fyrir COVID. Já, Og þetta eru tíðindi. Þetta eru tíðindi og ég bara fæ nú bara áhyggjur. Ef að þetta er það sem framsóknarmennir halda, því nú má ekki lengur kalla á framara, að ef þetta er það sem framsóknarmennir halda, þá skýrir það nú kannski ýmislegt. Já. Já, skýrir ýmislegt á umliðnum árum um hvernig þeir nálgast ríkisfjármálin. Og kannski sérstaklega eftir að þeir tóku við þeim. Já. Eftir að minkurinn fékk að fara í hensnakóan. að sko, þetta er einhver svona grundvallar miskilningur. Ríkissjóður stendur jafn sterkum fótum og hann gerði fyrir COVID. Það vita það allir að þetta er þvæla. Já. Ég hugsa Ósk-litla, hún er 2,5 árs, vitið það. Já. Hún geti svarað þessu rétt. Og ef ég spyrði Ósk, stendur ríkissjóður jafn sterkum fótum og fyrir COVID? Nei. Hún myndi bara segja nei. Það er bara Hrista hausinn fram og tilbaka. miskilningur. Já. Já, þetta er þetta var skemmtilegasta viðtal að hlusta á, en ég hafði nú bara ekki vita á því að taka saman þessi gullkorn og þess vegna þakka ég þeim sem sendi mér þau fyrir að gera það. Já. En þetta svo er nú annað sem við verðum eiginlega að fara aðeins í. Hvað segirðu? Talandi um gullkorn. Nú styttist í áramótaþáttinn. Það er rétt. Getum við kallað eftir tilnefningum frá hlustendum? Já, heyrðu, það er mjög vel við hæfi. Eins og þeir sem eru nýkomnir að þessum þáttum vita ekki, en hinnir hafa beðið eftir. Þá er hefð hér að hafa verðluna afhendingu við hver áramót. Og þeim ýmsu sviðum, og menn geta eiginlega bara valið sviðið, þar sem einhverja skilið verðlun. Ef það hefur ekki verið veitt verðlun fyrir það áður, þá gerum við það. Þá gerum við bara nýjan, til þess núna reiknaði með að verði valinn hvalveiðimaður ársins. Já. Það verður þetta Bjarni Benediktsson. Nei, það verður þú eftir hótanir þínar að veiða mig, eða láta Það er rétt, það var í raun Kristján Loftsson sem Já. Það er óljóst hver verður hvalveiðimaður ársins. Ég sé það núna. Já, en skilabóðin er þessi. Og það gerir sér ekki alltaf allir grein fyrir því hvort að verðlunin eru veitt í kaltæðinni eða í raunveruleikanum. Því þetta blandast á einhvern hátt saman. Menn þurfa að kunna að meta það sjálfir, hvort á við. Þannig að við tökum við tilnefningum, hvort sem þær eru kaltæðnislegar eða raunverulegar, menn ársins, fólk ársins á ákveðnum sviðum eða viðburði ársins, hvað sem að hver og einn kann að vilja senda okkur, en hvert á að senda Bergþór? Heyrðu, það á að senda á bergþóróla@alþingi.is eða sdg@alþingi.is. Já, því ég veit að þú fyrir kosturinn er vannleir ef við viljið fá svar á þessu ári. en ef þið sendið á sdg@alþingi.is þá er ekki útilokað að ábendingin komist til skila í þættinum að ári liðinu. Ekki útilokað. Ég lofa því næstu því að verðlun afhendingu eftir 2025 þá verði ég búin að sjá postin. En Beggi mun sjá þetta fyrir áramót. Bergþóróla@alþingi.is. Engin punktur á milli. Nei, bergþóróla@alþingi.is. Og það er og þátturinn fer í loftið sem sagt þegar svona örfáu dagar eru liðnir af nýju ári. Við leifum árun alltaf að líða alveg. Það er nefnilega í öllum þessum áramótaþáttum og uppgjörum þá missa menn af því sem gerist þarna milli jól og nýjárs. Akkurat. Sem enn og oft skrautlegt. Þannig að það er fyrsti þáttur á nýju ári. Jep. En en síðan verðum við nú aðeins að segja nokkur orð. Það er fólk sem hverfur á braut hér úr þinginu og ég ætla nú að leyfa mér að þakka Birgi Ármannsinni fyrir samstarfið þessi 7 ár sem ég hef setið hér inni og ennþá fleiri hjá þér.
Það verður Já, já. mikill missir á honum að verður Birgir er svona eins og Alfreð orðabók í öllu sem tengist þinginu og hefur alveg sparað mönnum ótal bommertur í gegnum tíðina. Sko, já, við erum báðir aðdáendur hans, en spáði í þetta með Birgi Ármanns, að það var orðin einhvers svona regla, einhvers svona náttúrulögmál að hann væri alltaf inni. Mm. Ef, ef hann hefði verið áfram í sínu sæti í hvað var það, Reykjavík norður, Reykjavík Suður. og það Reykjavík söður. Mér finnst hann hafa verið í Reykjavík Suður, já. Nei, já, ok, já, Reykjavík söður. Þá hefði hann náð inn núna á kannski 2 atkvæðum, eða frá atkvæðum, þannig að reglan hefði haldist. En hún var skipt út fyrir Jón Pétur Símsen sem að við höfum margóft talað mjög vel hér í þættinum og teljum enginn feng bara fyrir Alþingi, held ég. Já, já. Þannig að við erum ekki kvart undan því. En ég er bara að vísa í söguna með þetta að ef að Birgir Ármannsson hefði verið í sínu sæti þá hefði reglan haldið. Birgir væri inni. Þetta er rétt. Ég hafði uppi þá kenningu að það hefði átt að setja Birgi Ármannsson í, ef það væri eitthvað fútt í uppstillingarnefnd Sjálfstæðisflokksins, þá hefði þeir sett hann í 7. sætið og treyst á að kenningin, hefðin héldi, sko. En hérna eru, sko, ég er að koma í það. Hann var í Reykjavík Suður síðan. Já. Brynjar Níls er í þriðja í norður. Já, núna, já, akkurat. Síðan verða hann tímamót, Óli Björn Kárason skrifaði sína síðustu miðvikudagsgrein í bili í Morgunblaðið í morgun. Kom það fram í greininni? Já, PS stóð í lokin og það sem hann þakkaði fyrir lestur. Ég held að hann hafi talað um að þetta við rótnar hátt í, ég man ekki hvað eru mörg hundru greinar, þær voru ansi margar. Hvað ætlum við höfum nefnt hann og þessar greinar hans oft hér í þáttunum? Svona 27 sinnum? Já, ég myndi halda þetta, við þurfum að finna okkur svona nýjan tilvitnara, sko. Skotspólnett. Já, akkurat. En margt mjög gott sem Óli Björn. En við söknum hans, við erum bara að segja það hreint út. Já. Og síðan náttúrulega bara mikill fjöldi sem var ekki 32 sem hverfa brott. Ég sá í Morgunblaðinu 33, held ég. 33, meiri hluti þingmanna. Já. Það er rosaleg umskipti. Það er það. Og svo náttúrulega bara flokkarnir, ég meina Vinstri grænir út 2,4%, Píratar út 3%, Sósíalistar ekki með cirka 4%. Þetta er gjörbreyting á landslæginu. Algjörlega. Og 6 flokkarinn á þingi sem að sko, ef vel tekst til ætti nú að bæta svona flæðið hér innan þeirra, en þá verður þetta vonað að sé sko svona hlutfall góðra mála sé betra heldur en var hjá fyrri ríkisstjórn. Já, við verðum bara að vona. Það getur ekki versna mikið, en maður veit þó aldrei. Lengi skal mannin reyna. Já. Og einhvern veginn held ég að sko, þeir verði sko, já, ef að þeim tekst að hnýta þetta saman, Viðreisn, Samfylkingu og Flokki fólksins, þá býð ég eiginlega spenntar eftir þingmálaskránni heldur en stjórnarsáttmálanum. Já, þú segir nokkuð. Því að þingmálaskráin segir meira hvað menn ætla raunverulega að gera. Já, það sýna menn á spilin þó að þingmálaskráin fá alltaf miklu minni athygli, sko. Já. Þá er þetta að lesa býsna margt út úr henni. Bara líka sko tímasetning framlagningar og þess áttar. Það getur komið upp það hvort að framlagningin er bara til að friða ákveðin hóp eða hvort hún er til þess til að ná máli í gegn. Manstu eftir því þegar hinn skamlífa stjórn Bjartrar framtíðar Viðreisnar og Sjálfstæðisflokksins reyndar í öðvöru röð þegar hún fjall eftir innan við ár og það er boðið til kosninga og ný stjórn tekur við og þau birtu þingmálaskrána sína. Meirihluti málanna voru mál frá ríkisstjórninu á undan. Já. Og nú er spurning hvort sá leikur endurtaki sig, að það verði bara farið í endurvinnslu. Það sjáist að kerfið ræður. Já. Það er ekki útilokað. Ef að þessa flokka, Viðreisn, Samfylkingu, Flokk fólksins langar fyrst og fremst að vera í ríkisstjórn til að vera í ríkisstjórn, þá er það bara bingo fyrir kerfið.
Já, já, það er og það er ekki langt í að þetta kom í ljós. Segjum að það er nýtið þetta saman núna einhvern tíman, svona í vikunni fyrir jól. Já, Þingi kemur saman þarna, ég maður ekki ætlis ekki cirka 10. janúar eitthvað svo leis. já, Og og þá birtist þetta bara vonbráðar. já, já. Þetta verður allt gömulmál. En kaupaði sér ekki smá frið með því líka. Þau setja sko öll erfiðu málin sem að Flokkur fólksins kemur á borðið í einhverja nefndarvinnu fram að næstu fjárlagavinnu. Þannig að þá svona reyna að kaupa sér svona hveitibrauðsdaga fram á sumar. Ef maður er að mynda popúlista skástrík kerfistjórn, þá gerir maður það vantilega. Já, já. Þetta er spá okkar. Við Já. sjáum þetta í janúar. Já, Herðu, fyrir við ekki að vera nokkuð góðir í dag? það held ég. Við þökkum ykkur kærlega fyrir að hlusta og verðum hér aftur að viku liðinni. Þá verður nú væntanlega eitthvað búið að gerast í millitíðinni, en við vorum svona að hugsa í næstu viku að reyna fyrir þann tíma að hafa að gefa okkur smá svigrúm til þess að svona rifja upp skondin atvik úr kosningabaráttunni sem að maður hefur fengið ábendingar í gegnum hana, sem að kannski fengi enga sérstaklega athygli, en þið sem töluðu að ykkur megi byrja að skjálfa núna. Já, þetta verður skemmtilega þóttur næst, af því að við vildum ekki vera ómikið að sprella núna við þessar alvarlegu aðstæður þegar það stefnir í þessa hugsanlegu ríkisstjórn. Menn geta eiginlega ekkert annað en tala af sér núna. Akkurat. En það verður stuð hjá okkur næst og munið að senda á hvað Bergþór Ólason. Nei, hvernig tókst þið þetta? Bergþór Óla. Bergþór Óla. Já, Bergþór Óla@alþingi.is. Tilnefningar ykkar í áramótaþáttinni. Já, við skulum alveg gleyma þessu mestitg@alþingi.is, það getur bara endað illa. Það má alveg senda það eitthvað líka. Sendið afritt. Herri, takk fyrir að hlusta í dag. Við heyrumst aftur á vikuliðinni. Bless, bless. Takk fyrir, bless.